Þetta Sónam, eiginmaður hennar og sonur. Hún ólst upp innlandsmegin við landamæri Tíbet, ein 9 systra í SOS barnaþorpi í Le á Himalaya hásléttunni. Foreldrar hennar eru frá Tíbet en flúðu fótgangandi eftir hernám Kínverja. Sónam á leiðinni til útlanda í fyrsta sinn og það í ekkert smá ferðalag. Stefnan sett frá Dharamshala, þar sem hún býr nú, á Kópavog, til konu sem breytti ekki bara lífi Sónam, heldur allrar fjölskyldu hennar líka. Ég las í dönskublaðinu það væri til sem sagt, svona styrktarfélag sem maður gæti styrta og það var alltaf verið svona agnúast út í mig af því að ég drakk ekki og ég reykti ekki og hérna ég get bara nota reykingar og brennispeningarnir mína þá í þetta. Ingibjörg vann sem gjaldkeri hjá póstinum og átti því auðvelt með að senda peninga út mánaðarlega. Frá 1989 í gegnum SOS á Íslandi. Bara frá því mann með þá hefur alltaf þótt Tíbet rosalega spennandi land. Þetta, ég meina, maður búin að lesa það, maður búin að læra það í skóla. Það væri svo hátt, sko, það var miklu hærri heldur Esjan og Esjan var svona það svæði sem maður svona sá alltaf út gluggann heima. Ég vildi fá stelpu, ekki strák. Hún var að vera frá Tíbet og var að vera frá búa þarna sem sagt. Þetta upphafið að sambandi Sónam og Ingibjargar. Ingibjörg ákvað svo að skrifa henni bréf og fyrst sinn svaraði Sónam með teikningum en svo fóru að koma fleiri og fleiri orð á ensku. Það var sko rosalega gaman að fá bréfin frá henni og skrifa henni sjálfri tilbaka. Ég fekk alltaf fréttir af henni og fjölskyldunar og hvað var sem hann dreymdi að gera og það alltaf bara yndislegt. En hérna kemur fram að þú hafir alltaf sent henni afmælisköku. Já, og það var, skal ég segja, það var hægt að panta í Danmörk, það var dansk fyrirtæki sem að sendi kökur hingað og þangað. Ég man ekki hvernig stóð á þessu upphæðlega, mér fannst þetta svo bráðsnjallt. Þetta þótti einstátt og flott. Það var eiginlega svo að það hefði gefið gull. Já, hún segir líka að þetta voru til þess að hún fór að halda upp á afmælisdaginn sem tíðkaðist ekkert hjá svona fátækum fjölskyldum. Já, það var ekki til síðs að halda upp á það. Ingibjörg segir fjárhæðirnar sem hún sendi aldrei hafa verið miklar, þó hún hafi fengið leyfi til að senda aðeins aukalega. Fyrir utan að kosta systurnar til náms og fleira, nýttist peningurinn líka foreldrunum sem gátu fyrir vikið endurbætt húsið sitt. Og sem ég segi, þeir peningar sem ég sendi, ég fekk að vita hvað var keypt fyrir það. Þannig að það var ekki vandamáli. Ingibjörg ól alltaf með sér þann langsótta draum að heimsækja Sónam. Hún missti svo manninn sinn 2003 og þá varð löngunin enn sterkari og hún byrjaði að safna fyrir draumaferðinni. Ekki leið á löngu áður hún sá auglýsta ferð hjá bændaferðum til Kína, reyndar fyrir maraþonhlaupara. Ég fyrir að kanna þetta ennþá betur og skoða landakort og allt og þá kemst ég að því að þau eru bara að fara mjög nálægt því þar sem Sónam bjó eða var alin upp. Það átti að fara í skoðanaferðir á aðra staði en mér gert það kleift að fara og heimsækja fjölskylduna hennar. Og þá var mér sýnt húsið sem við höfum byggt fyrir peningar sem ég hefði sendt þeim. Og ég var ekki að senda þeim mikla peningar þess að ég meina, ég hafði mína fjölskyldu og ég sendi, eins og ég sendi bara svona sagna brennvíns og reykingapeningar mína. Ingibjörg fékk sem sagt að sleppa maraþoninu. Hún vissi að hún gæti að öllum líkindum hitt foreldra Sónam en vissi ekki hvort hún yrði sjálf á staðnum, en svo reyndist vera. Það var yndislegt hitta hana og hitta hana fólki hennar og þetta var bara eitthvað sem maður gleymir aldrei. Og hugsar oft til hennar? Já, alltaf. Það ekki spurning. Hún stóran part í mínu lífi. Ingibjörg bjóst ekki við að hitta Sónam aftur, en fyrir að verða ári síðan kviknaði svo hugmynd hjá SOS á Íslandi að reyna að bjóða henni til landsins. Sónam vinnur í dag hjá menntamálaráðuneyti Tíbet á Indlandi. Við hittum Ingibjörgu í febrúar.
Stendur til að við hittumst aftur núna og ég hlakka rosalega til. Lifi ég vonina að ég lifi það af. Af því það er nú einu sem svo að þegar maður var komið á þennan aldur. Mér fáir í minni fjölskyldu sem verða eldri. Eftir margra mánaða undirbúning og vinnu hjá SOS við að láta þennan draum rætast, útvega öll leyfi og svo framvegis, fóru Sónam og fjölskylda hennar af stað í ferðalagið langa núna í lok ágúst. Og í Kópavoginum býður Ingibjörg og fjölskylda. Kaffivélin mallar og veðrið er gott, svo til stendur að slá upp smá veislu út í garði. Ertu spennt? Já, getur rétt í það. Lisa. Hello. Oh. Oh, lovely. This is my husband. Svona heima hefur bara verið partur af fjölskyldunnar ömmu, alveg síðan ég man eftir mér. Ég man ekkert eftir að það hafi einhvern veginn orðið í hvenær það gerðist, en það einhvern veginn, hún hefur bara alltaf verið partur af. Það er myndir af henni upp á vegg eins og okkur hinum barnabörnunum og... Loksins, finally. Hello. 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 Nice to see you. Lovely to see you. Lovely to see you. After almost 15 years, right? This is your house? This is my house. Þetta er alveg stórkostlegt, sko. Maður hefði bara ekki trúað því hversu geggjað þetta er eiginlega. Okay, but it's a nice, cozy place. This is my first time coming out of India and experiencing this in Iceland, and especially this is my visit to other country, and the first country is Iceland. So what a wonderful, for me, how lucky I am, I must say. What I remember is when I was a small child, I receive letters from Ingeborg at the school office. They read our names and then we go to school office and they hand over the letter and we write the reply. Sometimes we sit on the ground, all of us, and we started, we draw for the Christmas wishes. And I receive a lot of birthday cakes, a big box of birthday cake every year from Ingeborg, and I also receive chocolates several times. So all the good memories of receiving letters, cakes, and then writing a reply to her was also fun, because that was when I began to learn English. If I had not received the education, I'm sure my life had been different. And right now, because of the education that I receive from SS Children and the continuous support from Ingeborg for all these years during school years, my further study, college years, and then after I finished my college, I started working part-time job and I supported my 3 siblings. After that, again, I did my teacher training course. At that time also Ingeborg sent me pocket money. So her support has not been 1 or 2 years or few years. It has been for many, many years throughout my life, that now I have a very good job in the Central Tibetan Administration. I'm able to give back to my community, and I work with the organization wherein I get in touch with 45 Tibetan schools in India. And I'm able to give back to the community, as well as I'm able to help my family, and now I'm able to help my own children in terms of giving them education and supporting them in education. So I cannot imagine what to say. This has been the best thing ever happened to my life. So I have got a small gift for you from India, from Dharamshala. I thought I will not meet her again, because I thought that she will not be able to come to Ladakh again. Obviously, I didn't think much about me going to Iceland, because that's always, I think that's impossible. So it's just a dream. So I didn't think much about that, because I thought that's not possible at all. But life took a different turn. I think I'm very fortunate. I'm a very lucky person. Before coming, I was very excited to meet her, but I was equally nervous because we are meeting after a very long time, right? But we have this contact throughout the life.
since I was young. So the emotion comes out naturally. It's been very emotional, and I feel that when we meet her, when I met her, I feel that I've been meeting her every day. I feel I'm getting this feeling that, so it's been very emotional, but it's a wonderful experience. Ég ennþá að reyna að kveikja á því að þetta sé í alvörunni að gerast. Þetta rosa lítið í hjartað. Það einhvern veginn svona bara, maður allar tilfinningarnir ennþá bara á fleygiferð. Maður aðeins að svona átta sig á því að þetta sé bara í alvörunni raunverulegt, af því að þetta eitthvað sem ég átti aldrei von að sjá hana í alvörunni í lífinu, sko. Það eitthvað svo yndislegt að vita af því að hún lifir góðu lífi eins og mín börn. Hún bara eitt af mínum börnum. To be in her home and seeing my family, I cannot believe it. And I feel that, okay, she has been, always considering that, I'm part of their family, one of their children. So how lucky I am. This is, I think, probably the best time of my life, coming here in Iceland and meeting Ingeborg and her family.